ykkur með mér í smá flugferð. Það skjótast aðeins til Reykjavíkur. Við verðum með enga stund, þetta tekur svona 25 mínútur. Það að segja að fara fram og tilbaka. Hún svo rosalega hraðfleyg þessi flugvél. En hér í eina tíð þá, þegar áætlunarflug var að hefjast á Íslandi, þá voru þetta nú ekki hraðfleygar vélar og fyrsta áætlunarferðin var farin frá Reykjavík til Akureyrar og komið við á Ísafirði og Siglufirði. Nú þessi ferð hefur sennilega tekið álíka tíma og það tekur að aka á milli Akureyrar og Reykjavíkur í dag. En seinna komu nú stærri vélar og hraðfleygari. Þessar vélar lentu nú bara hér á pollinum og síðan var fólkið eða farþegarnir ferjaðir í land. En seinna komu svo stærri og hraðfleygari vélar. Tíma var Akureyrarflugvöllur í raun fram á Melgerðismelum. Vélarnar lentu þar og farþegarnir voru ferjaðir með rútu frameftir. En seinna kom flugvöllurinn hérna rétt við suðurmörk bæjarins. Hann verið að vísu stækkað smátt og smátt með tímanum en þjónar nú ágætlega bæði innanlandsfluginu og millilandaflugi. Nú smátt og smátt fór ferðum að fjölga á milli Akureyrar og Reykjavíkur og núna flogið oft á dag, ætli það sé ekki einar 10-12 ferðir á dag. En fyrst kom bætt við morgunvélinni og svo var það kaffivélin og svo var það kvöldvélin og svo komu fleiri og fleiri og fleiri. En við ætlum að fara með kaffivélinni. Ég veit að margir akureyringar kannast við þetta, hvað hefum að segja, gælunafn á þessari vél. Hún var á ferðinni og enn á ferðinni rétt 3-leytið, sem sagt á kaffitímanum og þess vegna fékk hún þetta nafn kaffivélin. Og við brennum fram á flugvöll að sjálfsögðu á löglegum hraða. Það var nú bara einn lítill breggi sem að hýsti farþegaafgreiðsluna hér á Akureyrarflugvelli í gamla daga. En nú komin þessi fína flugstöð. En svei mér þá, ég held að ég meira sé að fara að byggja nýja, stærri. Jæja, þá það að tékka sig inn. Góðan daginn. Góðan daginn, minn. Hvernig hafið það flugvellinum í dag? Við höfum bara gott í dag. Áttu eitthvað laust á kaffivélina? Já, ég á laus sæti á kaffivélina. Þú veist að ég svo langur að ég þarf alveg spes Þú fær sagaklass. Sem eru fremstu sæti. Já. Ekki ennþá talað kaffivélina? Jú, það talað kaffivélina. Það svona, hefur alltaf verið við líði og það hefur ekkert breyst. Þó að sé orðnastundum 2 núna, svipaleyti. Það morgunvélin, kaffivélin og kvöldvélin og svo heina bara heila nafnlaus. Það hádegisvélin þetta, hún heldur alltaf nafni. Hvað kemst ég ofta á milli Akureyrar og Reykjavíkur í dag? Það fer eftir dögum. Á laugardögum minnst 4 til 5 ferðir. Og föstudögum, sunnudögum þetta 8 og upp í 13 ef að mikið að gerast í bænum. En svona jafnaði 7 ferðir. Það ekki rétt skilið hjá mér ef ég tek þessa vél, svona kaffivélina, fer með henni suður, fer svo með næstu vél tilbaka norður aftur, þá næ ég síðustu áætlunarferðinni sem Sigurður Aðarsteinsson flýgur hjá Flugfélagi Íslands. Jú, það passar, þú nærð þenni. Kemst ég í sögufrægt flug? Já. Það engin spurning. Þá ætla ég bara að fá mig að nakka þig fyrir. Við skulum sjá. Ég var nú búinn að skráði hérna inn. Gjörðu svo vel. Það er góður. Já. Takk að innlega fyrir. Takk fyrir kærlega. En það náttúrulega ekkert viti í fyrst maður komin hérna á flugvöllin og ætlar að fara suður með kaffivélinni. Þá byrjaði maður náttúrulega á því að fara inn á Terju og fá sér kaffi. Já, þá erum við komin á Terjuna. Góðan daginn hér. Góðan dag. Ekki sjálfsagt að fá sér hressingu áður en maður fer í flug? Það veitir ekki af því. Það alltaf betra að fá sér hressingu heldur en að sleppa því. Já, kom ekki margir við þetta hjá okkur áður en þið farið um borð? Jú, ef menn hafa tíma, sumir mæta allt og seint og kunna
kunni ekki mæta nógu snemma til þess að fá sér hressinguna, sko. Auðvitað ég allir að fá sér hressingu, það bara... Ég man nú þá tíð hérna á flugvellinum að Terían var hérna í hinu horninu, örmjóu plássu og ef ég maður rétt þá voru það templarar sem að sáu reksturinn þar. Getur það ekki verið? Sennilega er það upphafið, síðan var þetta orðið einkafyrirtæki eins og er í dag. Reykjavík Baldvin H. Sigurðssyni stór matreiðslumestara. Já, munar ekki það. Nei. En núna sé ég að hann hefur nú ekki verið í upphafinu örugglega. Hér er hægt að fá sterkadrykki og léttadrykki, það er hægt að fá öl og kaffi og bara nefndu það. Er eitthvað það að menn fái sér eitthvað hjartasyrkjandi áður en þeir fara í flug? Já, sumum finnst það betra. Það er svona ennþá eimir eftir að einhverjir flughræðslu. Og þá er talið að það sé betra að fá sér sterkan drykk áður en að lagtur á stað. Er það þá heldur vegna þess að menn séu flughræddir eða er það vegna þess að menn eru að búa sér til flughræddir til að hafa ástæð til að fá sér eitthvað áhugan? Það sé ekki helmingaskiptið þarna á milli, svona eitthvað sirka. Þá sé ég hafi kannað að náðið, en þetta er til staðar ennþá. Já, það er nú gott að heyra það að menn halda í góða siði. Já, já. Hér er mikið íhaldssemi. Ég ætla að fá mér einn kaffibolla. Byttu nú við, það er nú farið að kalla út þegar ég næ nú að gleypa kaffið í mig ef ég legg mig fram. Gjörðu svo vel, kaffið er þarna á borðinu og menn taka sér eins og þeir vilja. Takk fyrir, Páll. Það mun hafa verið í kringum 1930 að fyrst var flogið áætlunarflug milli Akureyrar og Reykjavíkur og fyrstu árin voru notaðar litlar sjóflugvélar sem hétu Súlan og Veiðibjallan. Nú, einn þeirra flugmanna sem hvað lengst hefur flogið á þessari leið er Sigurður Aðarsteinsson. Hann var lengi í forsvari fyrir flugfélag Norðurlands, fylgdi síðan inn í flugfélag Íslands þegar það var til við sameiningu flugfélags Norðurlands og innanlandsdeildar flugleiða. Það var 1997. En nú er Sigurður að hætta að fljúga vegna aldurs. Við ætlum að fljúga með honum síðustu ferðina frá Reykjavík til Akureyrar. Áður en Sigurður hélt í síðasta áætlunarflugið til Akureyrar var haldin vegleg veisla í matsal flugfélagsins á Reykjavíkur flugvelli. Þar var margt manninn og margt að spjalla. Þið eru að kveðja starfsmann sem eru búin að vinna lengi hjá flugfélaginu. Já, Sigurður er búin að vera hérna alveg frá upphafi og áður frá því að Flugfélag Íslands í þessari myndistofna núna og svo áður hjá Flugfélagi Norðurlands og gífurlega traustur og öflugur liðsmaður með okkur. Hefur gegnt hérna mörgum stöðum, bæði verið flugrekstrarstjóri og yfirflugstjóri núna og hefur virkilega traustur starfsmaður og hefur verið ánægilegt að vinna með honum. Góður samstarfsmaður. Já, virkilega og ég veit að félagar hans sérstaklega í flugmannahópnum bera til hans mikið traust, bæði sem mikils fagmanns og líka bara sem góðs félaga. Bara til að koma málefninu að við stöndum hérna við Reykjavíkur flugvöll. Er eitthvað vitið í að leggja niður og flytja innanlandsflugið til Keflavíkur? Nei, það er ekki neitt. Bara stutta svarið þannig. Þá er allt saman að verða klárt fyrir síðasta flugið, það er bara að gera áætlun, nú kveðja bestu vinina í flugstjórninni og síðan að pakka niður í tösku og ganga borð. Jæja Sigurður, þá vorum við komin í loftið. Já, við erum komin á loft. Fallegt fjallasýn hér, hvar erum við stödd? Við erum
eiginlega yfir Langjökli svona verða. Það er rétt að komast upp á Langjökul. Við erum hérna með Borgarfjörðinn til vinstri. Við erum rétt að komast í hæðin okkar. Það var að pípa þarna 1000 fet í hæð. Já, ég var einmitt að spekla í hvaða píp þetta væri, hvort það væri nokkuð af. Nei. Allt saman, allt í orden hér. Það er svolítið öðruvísi umhorfs í stormklefanum heldur hefur verið í þeirri vél sem að þú flöst fyrst fyrir rúmlega 40 árum. Já, eðlilega sko. Og þetta er meira að segja tiltölulega sko móderni, getur maður sagt. Þetta er mjög fínt stjórnklefi með miklum tækjum og góðum upplýsingum. Já, þannig að það er ekkert hægt að líkja því saman. Hvað er það sem að flugstjórinn er að föndra við á leiðinni? Já, við sko, í svona flugi þá erum við bara að skipta á milli okkar verkum. Og nú til dæmis flýg ég norður og Magni myndi þá fljúga söður og hann er til dæmis núna raunverulega að fylgjast með að ég geri svona hlutina rétt. Við erum þjálfaðir svona saman og hann getur tekið við hvernig sem er, hann er alveg jafn góður og ég, hann er bara aðeins minni reynslu en færnin er alveg svo saman. Þannig að við erum ekki bara annar að fljúga og hinn bara einhvers staðar, við erum báðir í þessu. Ef þú tekur það saman, hvað finnst þér hafa breyst mest í fluginu frá því að byrjaði? Ég er náttúrulega uppalinn í umhverfið sem er einn flugmaður og engin flugfreyja. Þannig að hér er svona meiri áhöfn. Það er kannski fyrir mig persónulega langmesta breytingin. Það verð ég að segja. En svo er þetta bara hreyflarnir, þeir eru miklu gangöruggari, jafnþrýsti búnaður og öll tæki, siglingatæki, þetta er ekkert líkt. Maður stýrði bara hérna eftir kompás, bara eins og sjónum í gamla daga. Þannig að það er fyrst og fremst öryggi sem það er meira. Já, ég held að megin alveg segja það, sko. Það er ekki bara þægindi, þetta er öryggi. Það er ekki nokkur einasta spurning. Hvernig finnst þér að vera nú komin í loftið í síðustu ferðinni? Það blenna tilfinningar. Þetta kemur mér ekki á óvart. Nema það er náttúrulega að maður getur bara verið þakklátur fyrir að fá að klára ferilinn. Það er ekkert gefið. Nú, það er ekki nóg með að ég sé með öruggan flugstjóra hérna frammi í sinni síðustu áætlunarferð. Það eru flugstjórar hérna bókstaflega allt í kringum mig. Þetta er til dæmis hann Jóhannes Forsdal eða Jói Foss eins og við köllum hann yfirleitt. Jóhannes, já, hvað er langt síðan að þú hættir að fljúga áætlunarferð? 7 ár. 7 ár? Já. Þú veist þetta nú bara að hafa verið í gær. Ég vil gjarnan byrja aftur. Ég get alveg hugsað mér það. Varst þér erfitt að hætta? Já, mjög erfitt að hætta. Bara finnur ekki fyrir neinu, ertu ekki tilbúin í að hætta, þannig að ef maður væri eitthvað lasið þá get ég alveg skilið að þegar menn eru frískir þá held ég að sé ekkert skrítið þó að menn vil ekki hætta. Finnst þér óþörf að vera að setja flugstjóra af þeir verða 65 ára? Og það er í 40 ár þá er læknir búinn að skrifa þig út á 6 mánaða fresti og af hverju skildi hann bara ekki halda þig áfram. Sama hvað aldur er. Hann er búinn að ráða þig hvort þú hefur skírteini í gildi eða ekki. Og svo er bara einhver dagsetning sem gildir og hún, náttúrulega samkvæmt lögum og reglum, verður að blífa. En mér finnst hitt alveg vera í boði ef að menn eru frískir. Já, ég get nú ekki sleppt þér af því að jólin eru nálgast. Ég man það þegar það varu síðustu flug á aðfangadag og gamlársdag þá tók kokkurinn gjarnan dífu yfir bænum og það var sagt að hann væri að hrista húfurnar af Akureyningum. Það var sagt að Jói Forsdal væri á ferð. Fékkstu aldrei ákúrur fyrir þetta? Jú, ég fékk ákúrur og það er allt í lagi að segja frá því í dag. Maður var bæði kallaður á teppið og svo var svona menn sem gerðu sínar athugasemdir. Ég var að gera þetta fyrir sjálfan mig, ég hefði gaman að því, ég var að vonast til að einhverjir fleiri hefðu gaman að því en kannski hefur það verið, ég veit það ekki. Voru það ekki líka margir sem klöppuðu þér á baki og sögðu takk? Jú, það er rétt hjá þér, það voru margir sem gerðu það. Það hefur kannski haldið þessu gangandi. Þú missir allavega ekki prófið hérna. Nei, það er seint, það er alveg rétt hjá þér, það er seint. En þó þú sett ekki að fljúga áætlunarflug, þá ertu að fljúga? Jú, það er mjög lítið. Ég er svolítið í kennslu og þjálfun út í Hollandi en hérna, það er bara, það er mesta sem, það er svona aðalega sem að gera.
já, litla flugvél eða við Siggi eigum vél saman sem að svo sem flýgur ekki mikið en kannski lagast hann núna þegar Siggi byrjar að sinna henni. Ég hef lítið sinnt henni. Nú ætla ég að taka smá hliðarspor. Ég sem sé komin hérna inn á Flugsafn Íslands. Að sjálfsögðu er Flugsafn Íslands á Akureyri, það sem er vagga flugsins. Nú hérna hjá mér er Jóhannes Forsdal, tók hann með mér úr fluginu og við erum hér að koma að gamalli vél sem að hann á í félagi við Sigurð Aðalsteinsson í dag, nýbúið að gera þessa vél upp. Jóhannes, já, þetta var einu sinni sjúkravél. Já, hún var útbúin í Bretlandi fyrir Björn Pálsson sem sjúkravél og væntanlega eina vélin sem hefur verið útbúin sem sjúkravél á Íslandi. En fyrir mörgum áratugum síðan þá varst þú einhvern tíma að væflast hér á flughlaðinu, áttir að fara að kenna, áttir nú kannski ekki vona mörgum nemyndum, voru þið ekki þá nýbúnir að stofna flugfélag og ætluðu að hafa svona kennsluna með sem hliðargrein? Jú, það var svona samdráttur hjá Tryggva og hann sá okkur öllum upp þarna 67-8 og við stofnum flugskóla í framhald af því og auglýstum hér að hér væri hægt að læra að fljúga og daginn sem að auglýsingin opnunardagurinn átti að vera, þá dró ég með þessa vél út á plani hérna og ég var búinn að trilla hérna nokkrum brúsum af bensíni og hella á vélina og svo satt ég hérna og horfði út til loftið og náttúrulega ekkert að gera og þá kemur Siggi og bara þessi piltur hérna labbandi við á hornið og segir bara hvað er ekki að fá að læra að fljúga hérna og ég hélt það nú, það var ekki farið í neitt pappírsskóla heldur bara beint borð í vélinu og byrjaði að fljúga. Fannst þú strax virði þessum kennarinn hans að hann væri með þetta svolítið í fingrunum? Kannski átti maður sig ekki alveg á því í byrjunni. Ég fann strax að hann ætlaði að gera þetta og þetta myndi ganga vel því að hann ætlaði að gera þetta ákveðinn og svona raunsær maður og bara verulega gaman að fljúga með honum. Og það eru fleiri flugstjórar, eða réttar að sagt fyrrverandi flugstjórar í vélinni, Torfi Gunnarsson sem að starfaði lengi með Sigurði og Jóa hjá Flugfélagi Norðurlands. Hann situr hérna aftan við Jóhannes. Torfi, þótti þér jafn erfitt að hætta að fljúga áætlunarflugi eins og Jóhannesi? Já, ég held að mér hefði þótt alveg nákvæmlega jafn erfitt. Ég var alls ekki reiðubúinn að fara að hætta þessu fulla heilsu. Var ég tilbúin til þess að setjast fram í? Já, ég held að þurfti ekkert að dekstra mig til þess að rauta. Manstu eftir því að þegar Sigurður kom til náms hjá okkur í Freyja á sínum tíma? Já, og síðan höfum við Sigur náttúrulega aldur saman alveg frá því að við vorum báðir starfandi hjá Tryggva hjá Norðurflugi og svo eftir að stofnað var Flugfélag Norðurlands sem tók við af Norðurflugi. Þá höfum við verið saman og aldrei nokkuð annað en bara ekkert gott að segja það. Þannig að þið félagarnir fljúið með honum síðasta flugið svona gömlum, traustum vinni til heiðurs? Það er sjálfsögðu. Nú, það er ekki bara fyrrverandi flugstjórar hérna. Við hliðina á mér situr einn sem er líka uppalinn hjá Flugfélagi Norðurlands og hann í raun og veru ætlar að taka við af Sigurð á eftir. Hann kemur til með að fljúga þessari vél aftur söður. Maðurinn kominn frá Skarði í Dalsmynni. Já, þú ert uppalinn hjá Flugfélagi Norðurlands. Já. Ég byrjaði 1987 og í raun kannski má segja 86 en ég fasta vinnur 87. Þannig að ég er með 25 ára starfsafmæli á þessu sumri. Það má eiginlega segja til gamans að flugfreyjan í dag er dóttir mín og hún var 5 ára þegar hún byrjaði að þvælast með pabba sínum hérna í þessu. Þannig að við erum eiginlega feðginin bæði hérna uppalinn í þessu. Og þú uppalinn eiginlega hjá Sigurði í fluginu? Já, ég gerði það og hef átt afskaplega gott samstarf við þá alla sem áttu Flugfélag Norðurlands á sínum tíma. Þetta félag sem við fljúum með núna, Flugfélag Íslands, það er í raun gamla Flugfélag Norðurlands. Já, það er einmitt akkurat staðreynd sem að við svolítið gleymast að við þessa svokölluðu sameiningu þá í raun og veru var það gamla Flugfélag Norðurlands sem að var raunverulega gamla norðurflug frá Tryggva Helgá að
það skiptir bara nafn og heitir í dag Flugfélag Íslands og sama kennitala. Þannig við erum í rauninni að fljúga með Flugfélagi Norðurlands. Það er víst okkur gaman hérna Norðlendingum. Þannig að við þessa forsögu þá ertu stoltur að því að taka við stjórnvölunum af Sigurði á eftir. Já, það er virðingarstað. Já, Sigurður Aðalsteinsson náði tökum á fluginu með því að fljúga þessari litlu laglegu flugvél sem hann á enn þann dag í dag í félagi við Jóhannes Forsdal sem kenndi honum einmitt fyrstu tökin. En síðan tók við heilmikið ævintýri. Til dæmis 1974 stofnaði hann ásamt félögum sínum, flugmönnum og flugverkjum hér á Akureyrarflugvelli Flugfélag Norðurlands sem óx fljótt fiskur hrygg. Aðal bækistöðvar þess voru hérna þar sem Norðlendair er núna með sínar skrifstofur og Flugfélag Íslands með sitt flugskýli. Meðal annars voru sett skíði undir Twin Otter og flogið til Grænlands mikið en það eru þar aðal verkefni Norðlendair í dag. En síðar fór Sigurður til Flugfélags Íslands og þar hefur hann verið yfirflugstjóri undanfarin ár. Jæja, síðasta flugið með Sigurði Aðalsteinssyni, finnst þér þetta ekki svolítið ótrúlegt? Þetta er frekar ótrúlegt. Ég á örugglega eftir að gráta þegar ég skiljum hann eftir, sko. Kollnungur maðurinn? Hann er kollnungur. Ég er búin að þekkja hann í örugglega 25 ár og hann hefur aldrei elst. Svo tekur pabbinni við suður aftur, er þetta flugið eitthvað í ættinni? Þetta er í ættinni, þetta fylgir. Við erum nokkur hérna sem höfum dottið í flugið og ekki slitt okkur frá því aftur. En nú verðum við að setjast samkvæmt fyrirskipum frá flugfélagi. Já, við þurfum að fara að setjast. Við erum bara að fara að lenda nokkra mín til lendingu. Spennandi besti. Og að sjálfsögðu, þegar Sigurður var búinn að lenda fokkernum í síðasta fluginu, þá klöppuðu allir farþegarnir. Jæja Sigurður, þá erum við lentir eftir síðustu ferðina. Já. Heil og hölnu. Hvernig er tilfinningin að vera búinn að ljúka atvinnuflugmannsferðlinu? Í sjálfu sér hún mjög góð, sko, akkurat hún. En ég gætan vildi hafa haft það lengra. Er þá ekki óþarfi að flugmenn þurfa að hætta svona snemma? Það er aðeins byrjuð umræða að lengja í því og hún hefur lengst. Þetta var einu sinni ekki til svo löngu síðan 60. Nú er það orðið 65. Ég hitti gamlan kennarðinn hérna aftur í áðan, Jóhannes Forsdal og Torfa líka, gamla samstarfsmenn hjá FN. Ég er nú veitur það. Jói sagði sem eftir því að þú hafir komið og spurt, er ekki hægt að fá að læra að fljúga hérna? Já, það passar alveg. Og ertu ákveðin í, varstu alltaf ákveðin í að verða fljúga? Nei, ekki til að byrja með. En þetta er svona eins og með sjóinn. Það er þekkt með sjómenn að þeir eiga erfitt með að slíta sig frá því og þegar maður er byrjaður þá er eitthvað sem togar. Er þetta eitthvað sem kemur í blóði? Já, það er eitthvað. Það er erfitt að losna við? Já, þetta er ólæknandi. Og hvað tekur svo við? Já, það veit enginn. Það er nú bara svoleiðis. Maður hefur náttúrulega ákveðin plön, svona smáræði, en framtíðina veit enginn. Ég man nú eftir allavega hér eina tíð varstu svolítið að mála. Ég man eftir þegar Flugfélag Norðurlands var til, þá teiknaður logoið fyrir Flugfélag Norðurlands. Heitur vel verið að ég geri meira af því. Ég er svona að hugsa aðeins um það, sko. Já, nógu tími. Já, allavega, það veit maður aldrei. Það er nú það. En þó þú sért hættur áætlunarfluginu, farþega, þá er ekki þar með sagt að þú sért hættur að fljúga? Nei, ég má fljúga og ég á nú hluti lítilli vél einmitt á móti honum Jóhannes. Ég er nú eiginlega vélinn sem ég lærði að fljúga í. Hún er inn á flugsafni. Ég hefur ekki stoppaður upp þar einhvern. Til hamingju með daginn. Það býður fólkið eftir, þitt fólk eftir hérna úti og ég ætla ekki að tefja því lengur við heimist aftur. Takk kærlega. Vegir liggja til að drátta, á þeim verða skil. Margar þrautin þungra nátta, að þjást og finna til. Og bíða þess að birta á ný, og bleikur morgun rísir. Nú strýkur blærinn stafn og þig, stynjandi garðsins frísir.